Lúkasar guðspjall, 1. kafli. Margir hafa tekið sér fyrir hendur að rekja sögu þeirra viðburða gerst hafa meðal okkar. Samkvæmt því sem þeir menn hafa flutt okkur frá öndverðu voru sjónarvottar og urðu þjónar orðsins. Nú hef ég athugað kostgæfilega allt þetta frá upphafi og réð því einnig af að rita samfellda sögu fyrir þig, göfugi Þeófílus, svo að þú megi ganga úr skugga sannindi þeirra frásagna sem þú hefur fræðst Á dögum Heródesar konungs í Júdeu var uppi prestur nokkur að nafni Sakaría af sveit Abía. Kona hans var og af ætt Arons og hét Elísabet. Þau voru bæði réttlát fyrir Guði og lifðu réttlát eftir öllum boðum og ákvæðum drottins. En þau áttu ekki barn því að Elísabet var óbyrja og bæði voru þau hníin að aldri. Eitt sinn röðin kom að sveit Sakaría og hann þjónaði sem prestur í musterinu, þá féll það í hlut hans samkvæmt venju prestómsins að ganga inn í musteri drottins og fórna reykjelsi. En allur fólksfjöldin var fyrir utan á bæn meðan reykkelsisfórnin var færð. Birtist honum þá engill drottins sem stóð hægra megin við reykjelsisaltarið. Sakaría varð hvert við sín þessa og ótta sló á hann. En engillinn sagði við hann: Óttast þú eigi, Sakaría, því að bæn þín heyrð. Elísabet kona þín mun fæða þér son og þú skalt láta hann heita Jóhannes. Og þér mun veitast gleði og fögnuður og margir munu gleðjast vegna fæðingar hans, því að hann mun verða mikill fyrir augliti drottins. Aldrei mun hann drekka vín né áfeikan drykk, en fyllast heilugum anda þegar frá móðulífi, og mörgum Ísraelsmönnum mun hann snúa til drottins Guðs þeirra. Og hann mun ganga fyrir honum í anda og krafti Elía, til að snúa hjörtum feðra til barna sinna og gefa óhlýðnum réttlát hugafar og búa drottni alltíðaðan líð. Sakaría sagði við engilinn: Hvernig get ég vitað þetta? Ég gamall og kona mín hníin að aldri. En engillinn svaraði honum: Ég Gabriel sem stend frammi fyrir Guði og Guð sendi mig til að tala við þig og flytja þér þessa gleði fregn. En nú verður mállaus og getur ekki tala til þess dags þetta kemur fram vegna þess að þú trúðir ekki orðum mínum, en þau munu rætast á sínum tíma. Og fólkið beið eftir Sakaría og undraðist hve honum dvaldist í musterinu. En hann kom út, gat hann ekki talað og skildu menn að hann hefði séð sýn í musterinu. Hann gaf þeim bendingar og var mállaus áfram. Og þjónustu dagar hans voru liðnir, fór hann heim til sín. En eftir þessa daga varð Elísabet kona hans þunguð og hún leyndi sér í 5 mánuði og sagði: Þannig hefur drottinn sýnt að honum annt mig og hefur afmáð hneisu mína í augum manna. En í 7. mánuði sendi Guð Gabriel engil til borgar í Galileu sem heitir Nasaret, til meyjar var föstnuð manni sem Jósef hét af ætt Davíðs, en mærin hét María. Og engillinn kom inn til hennar og sagði: Heil vert þú sem nýtur náðar Guðs, drottinn með þér. En María var hrædd við þessi orð og hugleiddi hvað þessi kveðja ætti að merkja. Og engillinn sagði við hana: Óttast þú eigi, María, því að þú hefur fundið náð hjá Guði. Þú munt þunguð verða og son ala og þú skalt láta hann heita Jesú. Hann mun verða mikill og kallaður sonur hins hæsta. Drottinn Guð mun gefa honum hásæti Davíðs föður hans og hann mun ríkja yfir ætt Jakobs að eilífu og á ríki hans mun engin endir verða. Þá sagði María við engilinn: Hvernig má þetta verða, þar ég hef ekki karlmanns kennt? Og engillinn sagði við hana: Heilagur andi mun koma yfir þig og kraftur hins hæsta mun yfirskyggja þig. Þess vegna verður barnið heilagt, sonur Guðs. Elísabet frændkona þín einnig orðin þunguð af syni í elli sinni og þetta 7. mánuður hennar sem kölluð var óbyrja, en Guði engin hlutur megn. Þá sagði María: Sjá,
ég ambátt drottins, verði mér eftir orðum þínum. Og engillinn fór burt frá henni. En á þeim dögum tók María sig upp og fór með flýti til borgar nokkurar í fjallbyggðum Júda. Hún kom inn í hús Sakaría og heilsaði Elísabetu. Þá var það, þegar Elísabet heyrði kveðju Maríu, að barnið tók viðbragð í lífi hennar og Elísabet fylltist heilugum anda og hrópaði hárri röddu: Blessuð sért þú meðal kvenna og blessaður ávöxtur lífs þíns. Hvaðan kemur mér þetta að móðir drottins míns kemur til mín? Þegar kveðja þín hljómaði í eyru mér, tók barnið viðbragð af gleði í lífi mínu. Sæl sú sem trúði því að rætast myndi það sem drottin lét segja henni. Og María sagði: Önd mín miklar drottin og andi minn gleðst í Guði frelsara mínum. Því að hann hefur litið til ambáttar sinnar í smæð hennar, héðan af munu allar kynslóðið mig sæla segja. Því að mikla hluti hefur hinn voldugi við mig gert og heilagt nafn hans. Miskun hans við þá óttast hann varir frá kyni til kyns. Máttarverk hefur hann unnið með armi sínum og drembilátum í hug og hjarta hefur hann tvístrað. Valdhöfum hefur hann steypt af stóli og upphafið smælingja. Hungraða hefur hann fyllt gæðum en látið ríka tómhenta frá sér fara. Hann hefur minnst miskuna sinnar og tekið að sér Ísrael þjón sinn, eins og hann hét feðrum vorum, Abraham og niðjum hans eilíflega. En María dvaldist hjá henni hér bil 3 mánuði og sneri síðan heim til sín. Nú kom sá tími að Elísabet skyldi verða léttari og ól hún son. Og nágrannar hennar og ættmenn heyrðu hversu mikla miskun drottin hefði auðsýnt henni og samfögnuðu henni. Á 8. degi komu þeir að umskera sveinin og vildu þeir láta hann heita Sakaría í höfuðið á föður sínum. Þá mælti móðir hans: Eigi skal hann svo heita, heldur Jóhannes. En þeir sögðu við hana: Enginn í ættinni sem heitir því nafni. Bentu þeir þá föður hans að hann léti þá vita hvað sveinninn skyldi heita. Hann bað spjald og reit: Jóhannes nafn hans, og urðu þeir allir undrandi. Jafnskjótt laukst upp munnur hans og tunga, hann fór að tala og lofaði Guð. En ótta sló á alla nágranna þeirra og þótti þessi atburður miklum tíðindum sæta í allri fjallbyggð Júdeu. Og allir sem þetta heyrðu, festu það í huga sér og sögðu: Hvers má vænta af þessu barni? Því að hönd drottins var með honum. En Sakaría faðir hans fylltist heilugum anda og mælti af spámanlegri andagift: Lofaður sé drottin Guð Ísraels, því að hann hefur vitjað líðs síns og búið honum lausn. Hann hefur reist oss horn hjálpræðis í húsi Davíðs þjóns síns, eins og hann talaði fyrir munn sinna heilugu spámana frá öndverðu. Frelsun frá óvinum vorum og úr höndum allra hata oss. Hann hefur auðsýnt feðrum vorum miskun og minnst síns heilaga sáttmála. Þess eiðs hann sór Abraham föður vorum að hrífa oss úr höndum óvina og veita oss að þjóna sér óttalaust í heilagleik og réttlæti fyrir augum hans alla daga vora. Og þú, Sveinn, munt nefndur verða spámaður hins hæsta, því að þú munt ganga fyrir drottni að greiða vegu hans og veita líð hans þekkingu á hjálpræðinu sem fyrirgefning synda þeirra. Þessu veldur hjartans miskun Guðs vors. Hún lætur upprenna sól af hæðum að vitja vor og lýsa þeim sem sitja í myrkri og skugga dauðans og beina fótum vorum á friðar veg. En sveinninn óx og varð þróttmikill í anda. Hann dvaldist í óbyggðum til þess dags hann skyldi koma fram fyrir Ísrael. Lúkasar Guðspjall, 2. kafli.
En það bar til þessar mundir að boð kom frá Ágústusi keisara að skrásetja skyldi alla heimsbyggðina. Þetta var fyrsta skrásetningin og var gerð þá Kýreníus var landstjóri á Sýrlandi. Fóru þá allir til að láta skrásetja sig, hver til sinnar borgar. Þá fór og Jósef úr Galileu frá borginni Nasaret upp til Júdeu til borgar Davíðs sem heitir Betlehem, en hann var af ætt og kyni Davíðs að láta skrásetja sig ásamt Maríu heitkonu sinni sem var þunguð. En meðan þau voru þar, kom sá tími hún skyldi verða léttari. Fæddi hún þá son sinn frumgetinn, vafði hann reifum og lagði hann í jötu af því að eigi var rúm fyrir þau í gistihúsi. En í sömu byggð voru hirðar út í haga og gættu nóttina hjarðar sinnar. Og engill drottinn stóð hjá þeim og dýrð drottins ljómaði kringum þá. Þeir urðu mjög hræddir, en engillinn sagði við þá: Verið óhræddir, því sjá, ég boða yður mikinn fögnuð sem veitast mun öllum lýðnum. Yður í dag frelsari fæddur, sem Kristur drottinn í borg Davíðs. Og hafið þetta til marks. Þér munuð finna ungbarn reifað og liggjandi í jötu. Og í sömu svipan var með englinum fjöldi himneskra hersveita sem lofuðu Guð og sögðu: Dýrð sé Guði í upphæðum og friður á jörðu og velþóknun Guðs yfir mönnum. Þegar englarnir voru farnir frá þeim til himins, sögðu hirðarnir sín á milli: Förum beint til Betlehem að sjá það sem gerst hefur og drottinn hefur kunngjört okkur. Og þeir fóru með skyndi og fundu Maríu og Jósef og ungbarnið sem lá í jötu. Þegar þeir sáu það, skýrðu þeir frá því þeim hafi verið sagt barn þetta. Og allir sem heyrðu undruðust það hirðarnir sögðu þeim. En María geymdi allt þetta í hjarta sér og hugleiti það. Og hirðarnir sneru aftur og vegsumuðu Guð og lofuðu hann fyrir það sem þeir hafðu heyrt og séð. En allt var það eins og þeim hafi verið sagt. Þegar 8 dagar voru liðnir, skyldi umskera hann, og var hann látinn heita Jesús, eins og engillinn nefndi hann áður en hann var getinn í móðurlífi. En hreinsunadagar þeirra voru úti, eftir lögmáli Móse, fóruðu með hann upp til Jerúsalem til að færa hann drottni, en svo ritað í lögmáli drottins: Allt karlkyns fyrst fæðist af móðurlífi skal helga drottni, og til að bera fram fórn, eins og segir í lögmáli drottins, 2 turtildúfur eða 2 ungar dúfur. Þá var í Jerúsalem maður Símeon hét. Hann var réttlátur og guðrækinn og vænti þess að Guð frelsaði Ísrael. Heilagur andi var yfir honum og hafði hann vitrað honum að hann skyldi ekki deyja fyrr en hann hefði séð Krist drottins. Að leiðsögn andans kom hann í helgidóminn. Og foreldrarnir færðu þangað sveinin Jesú til að fara með hann eftir venju lögmálsins, tók Símeon hann í fangið, lofaði Guð og sagði: Nú lætur þú, drottinn, þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér, því að augu mín hafa séð hjálpræðið þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða, ljós til opinberunar heiðingjum og til vegsemdar líð þínum Ísrael. Faðir hans og móðir undruðust það sagt var hann, en Símeon blessaði þau og sagði við Maríu móður hans: Þessi sveinn settur til falls og til viðreistnar mörgum í Ísrael. Hann verður tákn sem menn munu rísa gegn. Sjálf munt þú sverði nýst í sálu þinni. Þannig munu hugsanir margra hjartna verða augljósar. Og þar var Anna spákona Fanúelsdóttir af ætt Assers, kona háöldruð. Hún hafði lifað 7 ár með manni sínum þegar hann dó og síðan verið ekkja fram á 84 ára aldur. Hún vék eigi úr helgidómnum en þjónaði Guði nótt og dag með föstum og bænahaldi. Hún kom að á sömu stundu og lofaði Guð. Og hún talaði barnið við alla sem væntu lausnar Jerúsalem.
Og þau hefðu lokið öllu sem lögmál drottins bauð, sneru þau aftur til Galíleu, til borgar sinnar Nasaret. En sveinninn óx og styrtist, fylltur visku og náð Guðs var yfir honum. Foreldrar Jesú ferðuðust ár hvert til Jerúsalem á páskahátíðinni. Þegar hann var 12 ára fóru þau upp þangað eins og þau voru vön og tóku Jesú með sér. Þau voru þar út hátíðisdagana. En þegar þau sneru heimleiðis var sveinninn Jesús eftir í Jerúsalem og vissu foreldrar hans það eigi. Þau hugðu að hann væri með samferðafólkinu og fóru eina dagleið og leituðu hans meðal frænda og kunningja. En þau fundu hann ekki og sneru þá aftur til Jerúsalem og leituðu hans. Eftir 3 daga fundu þau hann í helgidóminum. Þar sat hann mitt á meðal lærifæðrana, hlýddi á þá og spurði þá. En alla sem heyrðu til hans furðaði stórum á skilningi hans og andsvörum. Og þau sá hann þar, brá þeim mjög og móðir hans sagði við hann: Barn, hví gerðir þú okkur þetta? Við faðir þinn höfum leitað þín harmþrungin. Og hann sagði við þau: Hvers vegna voru þið að leita að mér? Vissuð þið ekki að mér ber að vera í húsi föður míns? En þau skildu ekki það hann talaði við þau. Og Jesús fór heim með þeim og kom til Nasaret og var þeim hlýðinn. En móðir hans geymdi allt þetta í hjarta sér. Og Jesús þroskaðist að visku og vexti og náð hjá Guði og mönnum. Lúkasar guðspjall, 3. kafli. Á 15. stjórnarári Tíberíusar keisara, þegar Pontius Pílatus var landstjóri í Júdeu, en Heródes fjórðungsstjóri í Galíleu, Filippus bróðir hans í Ítúreu og Trakonítis héraði og Lísanías í Abilene, í æðsta presttíð Annasar og Kæfasar, kom orð Guðs til Jóhannesar Sakaríassonar í óbyggðinni. Og hann fór alla Jórdanbyggð og boðaði mönnum að taka sinnaskiptum og láta skýrast til fyrirgefningar synda, eins og ritað í bók Jesaja spámanns. Rödd hrópanda í eyðimörk. Greiðið veg drottins, gerið beinar brautir hans. Öll gil skulu fyllast, öll fell og hálsar jafnast, bugður verða beinar og óvegir sléttar götur. Og allir munu sjá hjálpræði Guðs. Við mannfjöldan sem fór út til að láta hann skýra sig, sagði hann: Þið nöðru kyn, hver kendi ykkur að flýja komandi reiði? Sýnið í verki að þið hafi tekið sinnaskiptum og farið ekki að segja mig sjálfum ykkur: Við eigum Abraham að föður. Ég segi ykkur að Guð getur vakið Abraham börn af steinum þessum. Öxin þegar lögð að rótum trjánna og hvert það tré sem ber ekki góðan ávöxt verður upphöggvið og því í eld kastað. Mannfjöldinn spurði hann: Hvað eigum við þá að gera? En hann svaraði þeim: Sá sem á 2 kirtla, gefi þeim engan á, og einskeri sá matfeng hefur. Þá komu og tollheimtumenn til að skýrast. Þeir sögðu við hann: Meistari, hvað eigum við að gera? En hann sagði við þá: Heimtið ekki meira en fyrir ykkur lagt. Hermenn spurðu hann einnig: En hvað eigum við að gera? Hann sagði við þá: Hafið ekki fé af neinum, hvorki með ofríki né svikum. Látið ykkur nægja mála ykkar. Allir voru nú fullir eftirvæntingar og hugsuðu með sjálfum sér hvort Jóhannes kynni að vera Kristur. En Jóhannes svaraði öllum og sagði: Ég skýri ykkur með vatni, en sá kemur sem mér máttugri og ég ekki verður að leysa skóðfeng hans. Hann mun skýra ykkur með heilugum anda og eldi. Hann með varpskófluna í hendi sér til þess að gerhreinsa láfa sinn og safna hveitinu í hlöðu sína, en hismið mun hann brenna í óslökkvandi eldi.
Með mörgu öðru hvatti hann fólk og flutti því fagnaðarboðin. Jóhannes vítti Heródes fjórðungsstjóra vegna Herodíasar konu bróður hans og fyrir allt hið illa sem hann hafði gert. Þá bætti Heródes einnig því ofan á allt annað að hann varpaði Jóhannesi í fangelsi. Allt fólkið lét skýrast, var Jesús einnig skýrður. Þá bar svo við, hann gerði bæn sína, að himinin opnaðist og heilagur andi steig niður yfir hann í líkamlegri mynd eins og dúfa og rödd kom af himni. Þú ert minn elskaði sonur, á þér hef ég velþóknun. En Jesús var 30 hann hóf starf sitt. Var hann eftir því sem haldið var, sonur Jósefs, sonar Elí, sonar Mattats, sonar Leví, sonar Melki, sonar Jannai, sonar Jósefs, sonar Mattatías, sonar Amos, sonar Naúms, sonar Estli, sonar Nagai, sonar Mats, sonar Mattatías, sonar Semíns, sonar Jóseks, sonar Jóta, sonar Jóhannans, sonar Hresa, sonar Serubabels, sonar Sealtíels, sonar Neri, sonar Melki, sonar Addi, sonar Kósams, sonar Elmadams, sonar Ers, sonar Jesú, sonar Elíesers, sonar Jóríms, sonar Mattats, sonar Leví, sonar Símeons, sonar Júta, sonar Jósefs, sonar Jónams, sonar Eljakíms, sonar Melea, sonar Menna, sonar Mattata, sonar Natans, sonar Davíðs, sonar Ísai, sonar Óbeðs, sonar Bóasar, sonar Salmons, sonar Naksons, sonar Aminadabs, sonar Admíns, sonar Arni, sonar Esroms, sonar Peres, sonar Júda, sonar Jakobs, sonar Ísaks, sonar Abrahams, sonar Tara, sonar Nakórs, sonar Serúks, sonar Reu, sonar Pelegs, sonar Ebers, sonar Sela, sonar Kenans, sonar Arpaksats, sonar Sems, sonar Nóa, sonar Lameks, sonar Metúsala, sonar Enoks, sonar Jarets, sonar Mahalalels, sonar Kenans, sonar Enos, sonar Sets, sonar Adams, sonar Guðs. Lúkasar Guðspjall, 4. kafli. En Jesús sneri aftur frá Jórdan, fullur af heilugum anda. Andinn leiddi hann og í 40 daga var hann í eyðimörkinni, þar sem djöfullinn freistaði hans. Ekki neytti hann neins þá daga og þeir voru liðnir var hann hungraður. En djöfullinn sagði við hann: Ef þú ert sonur Guðs, þá bjóð þú steini þessum að hann verði að brauði. Og Jesús svaraði honum: Ritað eigi lifir maðurinn á einu saman brauði. Þá fór hann með hann upp og sýndi honum á augabragði öll ríki veraldar. Og djöfullinn sagði við Jesú: Þér mun ég gefa allt þetta veldi og dýrð þess, því að mér það í hendur fengið og ég get gefið það hverjum sem ég vil. Ef þú fellur fram og tilbyður mig, skal það allt verða þitt. Jesús svaraði honum: Ritað Drottinn Guð þinn skaltu tilbiðja og þjóna honum einum. Þá fór djöfullinn með hann til Jerúsalem, setti hann á brún musterisins og sagði við hann: Ef þú ert sonur Guðs, þá kasta þér hér ofan, því að ritað hann mun fela englum sínum að gæta þín og þeir munu bera þig á höndum sér, að þú steytir ekki fót þinn við steini. Jesús svaraði honum: Sagt hefur verið, þú skalt ekki freista drottins Guðs þíns. Þegar djöfullinn hafði gefist upp við að fella hann, vék hann frá honum að sinni.
En Jesús sneri aftur til Galíleu, fylltur krafti andans, og fóru fregnir af honum allt nágrennið. Hann kenndi í samkundum þeirra og lofuðu hann allir. Jesús kom til Nasaret þar sem hann var alinn upp og fór að vanda sínum á hvíldardegi í samkunduna og stóð upp til að lesa. Var honum fengin bók Jesaja spámanns. Hann lauk upp bókinni og fann staðinn þar sem ritað Andi Drottins yfir mér, af því að hann hefur smurt mig. Hann hefur sendt mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap, boða bandingjum lausn og blindum sýn, láta þjáða lausa og kunngjöra náðarár Drottins. Síðan lukti Jesús aftur bókinni, fékk hann að þjóninum og settist niður, en augu allra í samkundinni hvíldu á honum. Hann tók þá að tala til þeirra. Í dag hefur ræst þessi ritning í áheyrniðar. Og allir lofuðu hann og undruðust þau hugnæmu orð sem framgengu af munni hans og sögðu: Hann ekki sonur Jósefs? En Jesús sagði við fólkið: Eflaust munið þér minna mig á orðtækið: Læknir, lækna sjálfan þig. Vér höfum heyrt allt sem gerst hefur í Kapernaum. Ger nú hið sama hér í ættborg þinni. En sagði Jesús: Sannlega segi ég yður, engum spámanni vel tekið í landi sínu. En satt segi ég yður, að margar voru ekkjur í Ísrael á dögum Elía, þegar himinin var luktur í 3 ár og 6 mánuði og mikið hungur í öllu landinu. Og þó var Elía til engrar þeirra sendur, heldur aðeins til ekkju í Sarepta í Sídónlandi. Og margir voru líkþráir í Ísrael á dögum Elísa spámanns, og enginn þeirra var hreinsaður, heldur aðeins Naaman sýrlendingur. Allir í samkunduhúsinu fylltust reiði þeir heyrðu þetta, spruttu upp, hröktu hann út úr borginni og fóru með hann fram á brún fjalls þess sem borg þeirra var reist á, til þess að hrinda honum þar ofan. En hann gekk gegnum miðja mannþröngina og fór leiðar sinnar. Jesús kom nú ofan til Kapernaum, borgar í Galíleu, og kendi þeim á hvíldardegi. Urðu menn mjög snortnir af kenningu hans því að vald fylgdi orðum hans. Í samkunduhúsinu var maður nokkur haldinn var óhreinum illum anda. Hann æpti hárri röddu: Hvað vilt þú okkur, Jesús frá Nasaret? Þú komin að tortíma okkur? Ég veit hver þú ert, hinn heilagi Guðs. Jesús hastaði þá á hann og mælti: Þegið þú og far út af honum. En illi andinn slengdi honum til jarðar og fór út af honum, en varð honum ekki að meini. Felmtri sló á alla og sögðu þeir hver við annan: Hvílík ræða þetta? Hann skipar óhreinum öndum með myndugleik og valdi og þeir fara. Og orðstýr Jesú barst út til allra staða þar í grennd. Úr samkundinni fór Jesús í hús Símonar, en tengdamóðir Símonar var altekin sótthita og báðu þeir hann að hjálpa henni. Jesús gekk að, laut yfir hana og hastaði á sótthitan og fór hann úr henni. En hún reis jafnskjótt á fætur og gekk þeim fyrir beina. Sólsetur koma allir þeir höfðu á sínum vegum sjúklinga, haldna ýmsum sjúkdómum, og færðu þá til Jesú. En hann lagði hendur yfir hvern þeirra og læknaði þá. Þá fóru og illir andar út af mörgum og æptu: Þú ert sonur Guðs. En Jesús hastaði á þá og bannaði þeim að tala, því að þeir vissu að hann var Kristur. Þegar dagur rann, gekk Jesús burt á óbyggðan stað, en fólkið leitaði hans og fann hann. Það vildi aftra því að hann færi frá því. En Jesús sagði við það: Mér ber og að flytja hinum borgunum fagnaðarerindið Guðs ríki, því að til þess var ég sendur. Og hann predikaði í samkundunum í Júdeu.